áhrifavaldar sem verður til þess að ég valdi þetta starf. Það voru aðalega 2 kennarar í framhaldsskólanum sem ég var í. Það voru 2 enskukennarar og sem var til þess að ég langaði til að vera enskukennari. Ég var 16 eða 17 og var búin að vera með á báða. Og annar var svona mjög skemmtilegur og léttur og hann var kannski ekki með leiki en hann var svona með svona létta dagskrá, mér fannst hann eiginlega skemmtilegri. Svo hinn var mjög skipulagður, akkurat. Og ég var á heimavist og átti góða vinkonu sem var frekar léleg í ensku. Og henni fannst þess að skipulagði kennarinn miklu betri. Og þoldi eiginlega ekki allt þetta djók sem var í gangi, af því hún var ekki sterk í málinu og svona. Þá fékk ég svona einhverja hugljómun. Mér langaði til þess að vera enskukennari og vera blandað báðum, þannig að ég geti höfðað til beggja. Eða sem sagt, bæði þeirra sem eru lélegir að þurfa þetta aðhald, að hafa góðan strúktúr og líka reyna að vera skemmtileg. Þannig að ég myndi höfða til fleiri. Þannig að það var ákveðin hugljómun. Það er svona 16 ára eiginlega ákveði ég mér langaði til þess að verða enskukennari. Er ég ánægð í mínu starfi? Já, ég er mjög ánægð í mínu starfi. Maður verður stundum svolítið þreyttur af því að þetta er náttúrulega eiginlega hvert einasta kvöld sem maður er eitthvað að vinna líka. Það er gaman að kíkja stundum á sjónvarpið. Ég gera stundum á laugardagskvöld, kíkja á sjónvarpið. En jú, ég er mjög ánægð. Hvað fæ ég út úr starfi mínu sem kennari? Bara heilmikið starfsánægju og gleði við samskipti við nemendur og góða samstarfsmenn og bara útrás fyrir sköpunargáfum líka. Maður fær heilmikið frelsi til að búa til sitt námsefni sjálfur og gera hlutina sem maður vill. Þannig að því leyti er þetta bara besta starf í heimi. Hvernig viðheld ég áhuga mínu á starfinu? Ég geri það nú bara með því að, ég veit ekki, þetta bara rúlar upp, menn maður er alltaf að hugsa næstu kennslustund og þetta er langt frá við tímann, maður er alltaf eitthvað að googla og maður er alltaf eitthvað að spá, og reyna að gera hlutina betur. Það er svolítið mikið þannig. Sæki ég námskeið? Já, ég sæki kannski ekkert mjög eins mikið og ég gerði. Það er svona með hverju barninu þá kannski minnka tíminn og allt það til að gera hluti og svo sækir maður svo mikla þekkingu bara á neti núna. Það var öðru sen í gamla daga. Þannig að ég var til dæmis á námskeiði með enskudeildinni í Englandi síðasta haust, vorum eina viku. Það var svona leiklist í enskukennslu og svoleiðis og það var bara mjög gaman. Þannig að en kannski fer ekkert mjög mikið á stutt námskeiðina heima. Það er ekkert svo mikið í boði vanlega. Nei, ég ætlaði nú fyrst og fremst að verða rithöfundur þegar krakki. En það var samt svona bekkjarbækur sem mátti að skrifa áhugamál og hvað ætlar að verða og allt það. Ég veit að ég skrifaði, einhvern langan lista, fyrsta sæti alltaf rithöfundur, kennari var alltaf einn af þeim möguleikum sem ég hafði í huga. Og ég var alltaf, þegar ég var krakki, þá var einn af mínum uppáhaldsleikjum var skólaleikur. Þá var ég kennarinn og hinir krakkarnir í götunni voru nemendur og ég var alltaf að búa til próf og eitthvað og gefa einhverju svona. Þannig að það hefur verið einhverju tilhneiging þarna sem ég var krakki. Kenningar og stefnur. Ég styðst eiginlega ekkert mikið við kenningar og stefnur. Ég lærði eitthvað um kenningar og stefnur í kennslufræðinni og svona, ég eiginlega heimfærði ekkert endilega á kennsluna. Það var svona vantað kannski betri tenging á milli kenninga og praktíkur. En svo fór ég reyndar á Howard Gardner námskeið nokkrum árum seinna. Það er kannski eini sem að kveikti svolítið í mér að ég hugsaði svolítið kennsluna út frá honum, hvort ég væri hvort ég væri ekki örugglega komin til móts við ólíkar gáfur. Eins og með hreyfigreindina, til það bara að vera með boltaleik eða keppni í hlaupa, ná í eitthvað, ratleik og eitthvað. Og dagbækurnar kannski eru sjálfsþekkingargreindin, þar sem alltaf verið að pæla í hlutum svona að hugsa hluti og náttúrulega hópastarf og allt þetta félagsgreindin og svo framvegis. Þannig að það er svona eini sem hefur haft einhver áhrifum og kannski bara því að ég lærði eiginlega hann svona eftir ég var kennari. En svo fór ég reyndar á
Howard Gardner námskeið nokkrum árum seinna. Það er kannski eini sem að kveikti svolítið í mér að ég svona hugsaði svolítið kennsluna út frá honum, hvort ég væri að, hvort ég væri ekki örugglega komin til móts við ólíkar gáfur. Eins og með hreyfigreindina, til dæmis það bara að vera með boltaleik eða keppni, hlaupa, ná í eitthvað eða ratleik og eitthvað. Og í dagbækurnar kannski eru sjálfsþekkingargreindin, þar sem er alltaf verið að pæla í hlutum svona að hugsa hluti og náttúrulega hópastarf og allt þetta félagsgreindin og svo framvegis. Þannig að það er svona eini sem að hefur haft einhver áhrif og kannski bara því að ég lærði eiginlega hann svona eftir ég var kennari. Já, ég lagt mikla áherslu á leiki og eins og hópvinna og ég er ekki mikið í fyrirlestrum. Það er bara, ég held að þetta sé bara svona fjölbreytt. Maður kannski svona hafa fjölbreytni í þessu og reyna að koma svolítið til móts við marga. Dæmigerður dagur í lífi kennara hann er kannski ekki endilega einn dæmigerður dagur. Því að til dæmis, maður fær alltaf nýja stundatöflu á hverju önn og það getur verið kannski einn dagur þar sem ég er ekkert að kenna og annar dagur þar sem er bara brjálað að gera í kennslunni. En það þýðir samt ekki að maður sé ekki að vinna þó að maður sé ekki að kenna sko. Maður er alltaf að vinna og undirbúa. Samstarf milli foreldra og nemenda er ekki mikið, en það er samt að aukast. Þú veist, fyrstu 10 árin, já, þá held ég valla heyrt í foreldrum og þeir bara voru ekki til staðar. Það bara tíðkaðist ekki þá, en núna er þetta orðið allt öðruvísi. Eða, þú veist, nú er maður allt í einu farin að sjá foreldra fylgja einhverjum nemendum á prófsýningu. Þannig finnst það bara stórmerkilegt. Bara sjá foreldra barnanna. Af og til fær maður tölvupóst. Ég er með viðtalstíma á mánudögum, eftir hádegi. Ég held að einu sinni eða tvisvar verið hringt í mig bara á 17 ára starfsævi. Þannig að það er ekki mikið. Þetta er samt öðruvísi þeir sem eru umsjónar kennarar fyrstfarsnema. Þeir eru miklu meira í samstarfi. Já. Þannig að, en það er samt bara gott að það er orðið meira samstarf. Það veist að krakkarnir sé ekki bara látnir þetta eftir að þeir eru komnir í framhaldsskóla. Það sé áfram fylgst með. Ráð fyrir framtíðarkennara. Bara að passa sig að staðna ekki. Bara að reyna að endurnýja sig og reyna að vera duglegur að fá hugmyndir og gera betur. Ég held samt að það sé ekki margir sem að endast í starfinu svona bara på djókið. Jú, það er alveg til einhverjir gamlir skápar þarna. Jú, þeir eru að hugsa það sem bara bíða eftir að komast eftir laun, það er alveg satt. En ég held samt svona flestir fara í þetta hugsun. Ég trúi ekki öðru. Já, kostur við starfið, það er þetta frelsi alltaf sem ég hef í mínum skóla. Þú veist, ég kem náttúrulega þegar Borgarholtsskóli er 1 árs og var búin að vera einhverjir 100-200 nemendur í skólanum og nú náttúrulega voru 1500 manna skóli. Þannig að ég er búin að vera með hann náttúrulega frá byrjun og við byrjum bara strax að búa til okkar eigin námsefni og höfum gert það síðan. Uppfærum alltaf okkar eigin námsbækur. Þannig að maður er að kenna nákvæmlega það sem maður vill. Maður þarf ekki að aðlagast kennslubókinni, heldur aðlaga maður kennslubókina sínum hugmyndum. Þannig að kannski er þetta tækifæri ekkert endilega alls staðar annars staðar. En alltaf met ég frelsi mjög mikið. Það er enginn ofan í manni í kennslustundum að segja manni hvernig maður á að gera þetta. Maður er bara treyst fyrir þessu. Og þannig að þetta stendur alltaf fellur með manni sjálfum. Það finnst mjög frábært. Er skóla töff? Þetta er töff spurning. Já, mér finnst til dæmis minn skóli vera töff. En ég held að hljóta að vera liggja svolítið í stemningunni hjá starfsfólki, kennurum. Af því að það er þeir sem eru að þjónusta viðskiptavina sem eru nemendur. Þú veist, ef að starfsfólki er ekki áhugasamt og ánægt, þá held ég nemendum finnst þetta ekki til að töff sko að vera í þessum skóla.
eða fá mikið út í því eða það er áhugaleysi og ekki verið að reyna að finna upp einhverjum nýjungum og svoleiðis. Þannig að kannski, þetta er náttúrulega einhver X-faktor sko í skólum sem ég held að kennarar fyrst og fremst skapi. Eflaust líka að það sé góður leiðtogi en kannski ekki, það er einhver stemning sem að skiptir máli.